Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og tala næst aðeins sýningar og eina af þessum sýningum sem að þú ert nú að aðstoða við að setja upp svolítið sérstök. Segðu okkur kannski frá henni og tengist móðurinni. Já, ég sem sagt að setja upp yfirlitssýningu á verkunum móður minnar, Iðunnar Ágústsdóttur, sem á að baki allavega 30 ára feril á sviði listar. Og hvað getur þú sagt okkur hana? Hún hvers konar listakona? Já, hún dálítið fjölbreytt sko. Hún unnið bæði með pastel, olíumálverk og já, bara aðalega pastel og olíumálverk en fjölmörg semst viðfangsefni. Aðalega náttúran, maðurinn í náttúrunni og portréttmyndir. Svona helstu viðfangsefnin hennar. Og svo svona tákgrannamyndir sem við viljum kalla svona dálítið andlegra eða trúarlegs eðlis. Og þú ert listamaður sjálfur, heldur að það hafi haft áhrif á þig að eiga móður sem var listakona? Alveg tvímælalaust sko, ég bara ólst upp við olíutrönur og olíumálingu í stofunni heima sko. Og terpentínu-lyktina. Þetta bara æskumenningin sko. Það var bara heima? Já, þetta var bara ósköp eðlilegt heima fyrir sko. Og hvar það að setja þessa sýningu? Þetta verður sett upp í Ketilhúsinu, við erum að bara leggjum lokahönd á uppsetningu í dag og já, opnar klukkan 3 á morgun. Og ekki svolítið gaman að fá tækifæri að setja þessa sýningu? Það er bara mjög skemmtilegt að taka þátt í þessu sko. Og svona í gegnum þessa uppsetningu og þá ég svona að endur upplifa verkin hennar móður minnar sko og gera mig grein fyrir því að hversu mikil áhrifaldur hún í mínu lífi sko, sem þá myndlistarmanns og það eiginlega óumflýjanleg örlög fyrir mig að verða myndlistarmaður sjálfur. Enda ég að opna sýningu á sama tíma. Ja, klukkutíma eftir hennar opnun þá opna ég í mjólkurbúðinni. Og hvað getur nú sagt okkur þína sýningu? Já, það svona, ég eiginlega varð að sýna líka þennan dag, þess að Elísabet Geirmundsdóttir náttúrulega amma mín og ég að setja upp sýningu á verkunum minna mömmu. Þannig að við erum 3 ættliðir í gilinu þennan dag að sýna sko. Þannig að ég varð eiginlega að tróða mér í þetta partí sko. Já, nákvæmlega. En það hlýtur að vera mjög skemmtilegt og mikil eftirvænting hjá þér að taka þátt í þessu og svolítið svona tákgrænt að þið séu all 3 þarna. Það verður stór dagur, skemmtilegur fyrir okkur allan. Og öll familjín allir að koma í bæinn og höldum upp á þetta. En hvernig sýningi þín? Herðu, heila viðfangsefnið mitt bara þetta að við séum þarna 3 saman í gilinu sko. Ég að mála bara portréttmynd af okkur öllum. Þannig að það svona bara viðfangsefni snýst þetta. Ég veit að þú hefur fengist við ýmislegt annað en portréttmyndir og hefur farið svona víðan völl í þinni listsköpun. Hvað? Já, ég svona þreifa fyrir mér með bókverk og svona skúlptúra í þá áttuna sem að bækur efniviður og svo náttúrulega hef ég mikið verið að hanna og búa til skísubækur og selja. Þannig að það svona kannski aðeins annað. En svona, já, ég svona að fara á stað. Og ætlar að láta þessa listsköpun ganga áfram? Ertu svona eins og fótboltapapparnir? Endar á því að þín börn munu öll verða listamenn? Já, það verður bara komið ljós. Það náttúrulega fyrsta barn á leiðinu núna, það bara kemur ljós hversu mikil áhrifavaldur ég verði í hennar lífi að því leyti sko. Það hlýtur að vera líka skemmtilegt tengslu við þetta, að þið séu 3 ættliðir og nú vona á barni að... Já, það verður 4 ættliðirinn sko. Og allt miklir áhrifavalda vantanlega í mínu lífi sko. Nákvæmlega. En sem sagt, sýningarnar opna á morgun í gilinu í Ketilhúsinu mjólkurbúðinni? Já, sko, klukkan 2 hefst tónlistarflutningur á verkunum ömmu minnar. Hún samdi líka lög og ljóð. Og svo klukkan 3 opnar sýninginnar mömmu, Ketilhúsinu, og ég opna svo klukkan 4. Svo má geta þess að Elísabet Ásgríms barnabarn Bjötu verður með sýningu í Deiglinu líka. Og faðir hennar Ásgrímur Ásgríms. Þannig að við erum búin að taka í gilið sko. Þetta er fjölskyldu stefnumóti í gilinu. Já, ætli það ekki. Já, en ég held að það sé einmitt bara mjög mikið að vera í gilinu á morgun. Einmitt svona dagur þar sem gaman að fara og rölta á milli. Já, endilega bara hvetja sem flesta til að koma sko. Þetta bara stór gildagur.
Nákvæmlega. Kæra þakki fyrir komuna og hvetjum við sem flesta til þess að kíkja í Gilið á morgun og njóta þessarar listsköpunar sem við höfum upp á að bjóða. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.